Góðan dag og velkomin á þessa uppgjörskynningu okkar hérna fyrir afkomu Kviku á fyrsta ársfjórðungi 26. Ég ætla að byrja á að gefa svona smá yfirlit yfir reksturinn á fjórðungnum, svo kemur hann Eiríkur og ætlar að fara yfir tölunar svona í aðeins nánara ítarlegra máli og svo höfum fengið hann Richard Bienstock, forstjóra Kviku UK til þess að koma inn og gefa okkur smá yfirlit yfir bresku starfsemina, hvað hefur verið að gerast þar og hvað framundan. Breska starfsemin hefur náttúrulega verið mikilvægur hluti af þessari vaxtarsögu okkar á undanförnum árum, sérstaklega á lánasviðinu, en við erum líka að sjá mjög mikið í gangi hjá okkur í framtaksfjárfestingum og eignastýringu og sjáum að það farið að skipta dálítið máli núna fyrir okkur og líka þegar við horfum fram á við að þarna sé einn af okkar mikilvægari vaxtarsprotum, þannig að það verður áhugavert að heyra hvað hann hefur að segja. So I was saying, Richard, you're gonna come up later on and tell us a little bit about what's happening in the UK and going forward, what's likely to happen. Fyrsti ársfjórðungur held ég að megi segja hafi bara verið mjög góður hjá okkur og hagnaður 809 milljónir sem mikil aukning frá sama tíma á fyrra, en það var auðvitað fjórðungur þar sem við vorum með talsvert af einskiptisliðum, en burtséð frá því þá var þetta mjög góður fjórðungur og þetta aðeins drifið áfram af því sem ég held að megi segja að við lögðum upp með hérna fyrir 2-3 árum sem strategíu og hefur gengið mjög vel eftir, sem að stækka lánabækur, auka vaxtatekjur og á sama tíma reyna að halda kostnaði í horfum og það tókst mjög vel á þessum fjórðungi. Við erum með 3.266 milljónir í vaxtatekjur sem mikil aukning frá fjórðungum fyrir ári síðan og það var samt fjórðungur þar sem við vorum með vaxtatekjur söluvirðis TM í 1 mánuð, þannig að þetta búið að stækka mikið og Eiríkur fyrir betur yfir þá eftir og á sama tíma erum við að halda kostnaði nánast á sama stað og fyrir ári síðan og það voru líka einhverjir einskiptisliðir þar og þið sjáu að þið berið saman þennan fjórðung við síðasta fjórðung að þá þetta að lækka umtalsvert og ég held ég hef nefnt þetta hérna í ársuppgjörinu að við erum að gera ráð fyrir að okkar svona kostnaðarbasis í kringum 3 milljarðar á fjórðungi þó að það geti alltaf sveiflast aðeins upp og niður, þeir eru aðeins misjöfnir fjórðungarnir hvað þetta varðar en ég held að þetta sýnir það bara að við erum hérna bara á þeirri vegferð. Þóknanamyndun var alveg ágætt, hún hefur náttúrulega bara verið erfið vegna aðstæðan á markaði hjá öllum en bara gekk ágætlega og við erum á þessu 1.500 milljón króna leveli og erum bara að vinna í því að geta auðvitað aukið það en það bara þannig aðstæður. Við náttúrulega stóru fréttina kannski nýlega voru að það var hætt við samrunaviðræðina við Arion. Ég kem aðeins inn á það í lokin á eftir, en við erum bara þá komin í okkar vegferð sem að við kynntum hérna fyrir 2 árum síðan og erum mjög spennt fyrir og fyrsta skrefi kannski í þeirri átt að svona skerpa á fjárhagslegri skipulagningu bankans og við erum búin að tilkynna það, við erum að búa til hluthafafundar þar sem lagt verður til að greiða út rúmlega 10 milljarða arð til hluthafa, auk þess við höfum nefnt að tala það að við erum að fara að sækja endurkaup og stefnum að ef aðstæður leyfa að kaupa tilbaka alltaf 4 milljarða fyrir árslok. Arðsemi á efnislegt eigið fé aðeins undir markmiðum 15,7% og það kannski tengist líka því sem þar í röðinni fyrir neðan að við erum með gríðarlega mikið umfram eigið fé og þessi endurskipulagning með útgreiðslu arðs og endurkaupum hún á mun að öðru jöfnu hækka umtalsvert arðsemi eigin fjár til framtíðar. Allar viðskiptaeiningar voru í raun og veru að starfa í samræmi við væntingar eða gera betur. Viðskiptabankasið var að ganga prýðilega. Við vorum með aukningu í lánabókum samtals 4 milljarða. Þar voru 3 milljarða sem komu vegna vaxtar í íbúðalánum.
En það var líka bara fínn vöxtur í hérna, bílalánum og í neytendalánum hjá okkur og bara gengur vel. Sama sagan með hérna, lánabók fjárfestingabanka Sviss. Þar erum við áfram að sjá vöxt. Bókin stækkaði 5% á milli fjórðunga. Gengur bara mjög vel og það er sérstaklega ánægð með það í hérna, að teknu tilliti til þess að það er náttúrulega aðeins farið að hægjast á í efnahagslífinu, en við erum þarna með litla markaðshlutdeild og við getum með því að hlaupa hratt, þá getum við samt haldið áfram að vaxa og það hefur allavega gengið hingað til. Líka ágætis fjórðungur hjá fyrirtækjaráðgjöf, vorum að loka nokkrum stórum verkefnum þar. Aðeins erfiðari hjá miðlum, við erum náttúrulega eins og allir að sjá að það eru hérna markaðurinn, hlutabréfamarkaðurinn, hann hefur átt dálítið erfitt og við sjáum hann að velta á markaðnum er 40% niður milli ára, sem er smá ágefni fyrir alla. En auðvitað er maður alltaf að vona að þetta hjarni við, en þetta sýnir nú lítil merki þess. Eignastýringin var nokkuð veginn á áætlun. Við sáum samt að við mistum dálítið af eignum úr stýringu. Þar var fyrst og fremst að ræða sérgreinda stýringu hjá stofnanafjárfesti sem var að taka hluti til sín. En við erum með núna á teikniborðinu að fara og safna í 2 nýja sjóði, bæði kreditsjóð og framtakssjóð hér heima sem er fjárfest í sprotafyrirtækjum og svo er líka samstarf milli kvik- og eignastýringar og Bretlands varðandi næsta breska sjóðin sem að Richard talar aðeins meirum á eftir. Út í Bretlandi þá byrjaði árið bara mjög vel og ég held að svona í umsvifum eða hvað maður segja, lokuðum verkefnum þá höfum við aldrei séð annan eins fjórðung. Á lánasviðinu var sem sagt, það sem, samtalan af því sem var lánað út var svo hæsta sem við höfum séð. Hins vegar var mikið uppgreiðslu líka, en nettó vorum við samt held ég að vaxa 4 milljarða þarna. Og það sama var hérna á framtakssjóðasviðinu hjá okkur í private equity-unu, að þar vorum við að loka 2 stórum verkefnum fyrir Hörpu og síðan þriðja verkefni lokaðist síðan í apríl og við höfum heldur aldrei séð svona mikið aktivitet þar og erum að selja niður hluta af til viðbótu þessum Harpa er að taka, erum við líka að selja niður til fjárfesta eina af þessum fjárfestingum og við erum núna bara eiginlega nánast búin að full fjárfesta Hörpu, þannig að við erum bara farin að huga að næsta slíkum sjóði. Eiríkur, fyrir fjármálin. Þakka hér. Þá ætlum við að fara yfir uppgjör fyrsta ársfjórðungs. Og kannski, það helsta er að hagnaður á áframhaldandi starfsemi nam 1809 milljónum, samanborið við 701 milljón árið áður og eykst 1108 milljónir króna á milli ára. Svona kannski það sem ber helst er að hreina vaxtatekjur eru að aukast talsvert, eru þarna 3.266 milljónir samanborið við 2.917 milljónir sem er hækkun upp á 12% og eins og Ármann rakti hérna áðan þá voru vaxtatekjur talsvert góðar á fyrsta ársfjórðungi síðasta árs þar sem voru með söluandar TM-inni hluta á árinu. Annars eru vaxtatekjurnar bara drifnar áfram af stækkandi lánabók og lækkandi fjármagnskostnaði. Þóknanatekjur, það breytast lítið á milli ára, eru 1486 milljónir, það lækka 34 milljónir, sjálfsög litla breytingar. Nokkur hækkun í öðrum tekjum, sérstaklega fjármagnstekjum, sem batnar talsvert þrátt fyrir óhagfellt umhverfi hérna heima. Rekstrartekjur eru því tæplega 4,9 samanborið 4.449 milljónir ára undan og hækka 437 milljónir króna milli ára. Rekstrarkostnaður, hann lækkar, er 3.014 milljónir samanborið 3.090 ára undan, en það var nokkur einskiptiskostnaður á fyrsta fjórðungi síðasta árs í tengslum við brotthvarf TM úr samstæðunni, en enga síður þá var bara mikil áhersla á bara kostnaðaraðhald og halda kostnaði í skefjum hérna.
Virðisrýrnun, hún 94 milljónir og eykst aðeins á milli ára, lítilega, litla breytinga þarna. Og virðisrýrnun sem hlutfall af stærri lánabókar 17% af ársgrundvelli, svona þessi cost of risk mælikvarði. Það enga breytingar á skilyrtri skuld núna þetta árið, en í fyrra var það 593 milljónir sem skýrist aðalega af því að við keyptum eftirstæðan hlut af eignarhlut í Ortus af stofnandi félagsins síðasta árið og þá var 593 milljón króna gjaldfærsla. Eins og áður segir, hagnaði fyrir skattar þá 1809 milljónir samanborið við 701 milljón árið undan. Tekjuskattur 348 milljónir og skatthlutfallið, virt skatthlutfall 19%. Hagnaður eftir skatta 1374 milljónir samanborið við 2,86 milljónir árið undan en í fyrra þá kom bæði til sölu hagnaður vegna TM og rekstur TM fyrstu 2 mánuði ársins. Ef við skoðum vaxtakostnað þá kannski þetta einn af svona eins og undanfarin uppgjör einn af sterkustu þáttum í okkar rekstri og vaxtatekjurnar eru aukast 12% á milli ára þrátt fyrir að eins og áður segir síðasta ár fyrsti fjórðungur síðasta ári var mjög góður í vaxtatekjum og var svona voru hærri en ella vegna þess að við vorum með 32 milljarða sem var sölulandur í TM hluta af fjórðungnum. Það sem að keyra áfram vöxt í vaxtatekjum stækkandi lánabók og svo eru hagstæðari fjármagnskostnaðir líka og við sjáum að fjármagnskjör okkar, fjármögnunarkjör hafa verið að batna og við höfum verið að greiða upp eldri skuldabréfaflokkar sem voru á dýrari kjörum og þetta allt hefur sitt að segja í batnandi vaxtamun. Hreina vaxtatekjur eru að vaxa á öllum sviðum, hvort sem er á fjárfestingarbanka eða viðskiptabanka eða í Bretlandi. Lækka bara á milli ára í fjárstýringu vegna sölunar á TM, en annars þetta bara gríðarlega sterkt. Vaxtamunur, hann eykst aðeins, í kringum 4,3 áramót en núna komin í 4,5%. Kannski rétt að nefna að þessi aukningi vaxtamunur, hann ekki að koma til vegna hækkunar á verðbólgu. Við erum eins og kannski einhvers staðar, þannig að það ekki að hafa, við erum með hverfandi verðbólgujöfnu, þannig að það ekki að hafa áhrif. Þannig að þetta rauninni bara að koma úr okkar rekstri, þessi bati. Þóknanatekjur, þær eru bara stöður á milli ára, voru 1486 milljónir og sjálfur sér engar markverðar breytingar þar. Við erum með mjög sterkan grunn í eignastýringu. Aðrar einingar eru líka að skila þokkalega. Miðlun er að skila þokkalega þrátt fyrir að velta á markaði og annað slíkt hafi minnkað. Og svo voru ágætistekjur fyrirtækjaráðgjöf líka út af verkefni sem voru lokið á fjórðungnum eins og Ormarækti. Og lánasvið að skila meiri tekjum eftir því sem umsvif eru að aukast. Aðra tekjur, hér eru fjárfestingartekjur að aukast á milli ára og skýrist nær eingöngu á því og það sérstaklega vegna þess að það smá breyting á verðmæti eða virðismæti á óskráðum eignum í Bretlandi en á móti kemur að það smá tap af eignum sem í fjárstýringu heima vegna aðstæðna á verðbréfamarkaði. En í heildina þetta góður bati á milli ára. Rekstrarkostnaður lækkar á milli ára, eins og áður segi. Í fyrra vorum við með 225 milljón króna gjaldfærslu vegna þess að TM var að fara úr samstæðunni. En enga síður þá þetta bara mjög fínn árangur í rekstrarkostnaði. Það bara mjög mikil áhersla á að halda honum í skefjum hér og reyna að auka tekjur á sama tíma. Við erum öll kerfi og allt sem þarf til þess að stækka okkar rekstur og ættum að geta haldið áfram að vaxa án þess að komi til sérstaklega mikill kostnaði til viðbótar.
Starfsmannafjöldi hann svona stendur í stað að jafnvel að fækka lítilega á milli ára og við sjáum að kostnaðarhlutfall einnig svona fer lækkandi heldur. Lánabók. Við sjáum að lán til viðskiptavina fara vaxandi. Lánabókin stækkaði tæpa 10 milljarða í fjórðungnum og þetta bara í samræmi við okkar áætlanir sem við höfum áður kynnt að halda áfram að vöxt á efnahag. Við sjáum að öll helstu lánasvið að vaxa. Til dæmis í fyrirtækjasviði heima að vaxa úr 77 í 81 milljarð tæplega á fjórðungnum. Einnig góður vöxtur í Bretlandi. Lánabókin þar komin tæplega 45 milljarða. Og svo kannski síðast að það góður gangur í íbúðalán hjá okkur. Lánabókin þar komin í 26 milljarða og fyrir ári síðan þá var hún alltaf ekki til. Við byrjum að veita íbúðalán undir merkinu Auður heima í lok maí á síðast ári. Þannig að þetta hefur bara gengið mjög vel. Kannski eitt það hefur eitthvað verið spurt svona lán til fyrirtækja, til verktaka og þróunaraðila þar sem að óseldar íbúðir að vegi og þarna punktur að slíkar íbúðir eru samtals 17,2 slík lán eru samtals 17,2 milljarðar eða 7,8% af heildarlánabók og meðaltals lánshlutfall 69% í slíkum lánum. Eignagæði. Lánastigi 3 að hækka svolítið milli fjórðunga, fara úr 2,9 í 4%. Þetta skýrist eingöngu af einni fyrirgreiðslu í Bretlandi sem að fór á stig 3 í fjórðungnum. Að ræða lán sem tryggt með veði fasteign og með lánshlutfall í kringum 50%, þannig að við erum mjög vel tryggð. Þannig að þó að þetta hafi farið á stig 3 þá fylgdi þessu ekki mikil gjaldfærsla í gegnum virðisrýrnun. Það unnið að lausn þessa máls og við erum nokkuð vongóð það að þetta leysist á næstu mánuðum og þá muni þetta fara úr stigi 3 aftur. Og við sjáum ekki fyrir okkur að það muni leiða til neinna gjaldfærslu eða neitt slíkt. Þannig að varðandi önnur lánasöfn að þá eru í rauninni engar breytingar á eignagæðum á milli fjórðunga. Þetta er nokkuð stöðugt, við sjáum engar markverðar breytingar í því. Þannig að eignagæði í rauninni bara alveg stöðug. Innlán aukast aðeins á milli fjórðunga sem staðir aðalega af innlánum frá aðilum á fjármálamarkaði. Innlán sem eru frá einstaklingum í gegnum auði hafa bara verið nokkuð stöðu, það eru þarna í kringum 125 milljarðar. Samkeppni hefur talsvert aukist á innlánamarkaði fyrir einstaklinga en við höfum bara reynt að halda okkar sjó í þessu og halda okkar samkeppnisstöðu. Og bara innlánin náttúrulega eru mikilvægasti hluti af fjármögnun okkar og þannig að við munum passa þetta. Fjármögnun bankans bara mjög sterk. Sjálfur sér engar markverðar breytingar í fjórðungnum. Við fórum í svokallaða AT1 útgáfu núna í lok apríl sem að víkjandi útgáfa sem að gekk mjög vel. Við seldum það á 420 punktum yfir millibankavöxtum sem var svona framar okkar vonum og það gerir það verkum að við getum breytt fjármagnsskipaninni. Annars bara fjármögnun bankans mjög sterk og það er lítið af gjalddögum svona á næstu missurum. Sjáum það sem eftir sjáum neðstu myndinni til vinstri, þá eru 13,8 milljarðar gjalda það sem eftir á þessu ári. Helmingurinn af þessu var greitt fyrir í þessari viku. Þannig að þessi tala eins og staðan núna er helmingi lægri og svo lítið að gjalddögum á næsta ári og rauninni ekki fyrir árinu 2028 sem kom einhverjir gjalddagar á langtíma fjármögnun. Við fengum nýlega, þá var staðfest lánshæfismat okkar hjá Moody's í BAA2
með stöðugum horfum. Þannig að það er bara mjög gott og eitthvað sem að bara mjög sterkt lánshæfi í fjárfestingaflokki. Lausafjárstaða, við erum með lausafjárhlutfalli hefur aðeins verið lækkandi og það er líka í samræmi við það sem við höfum sagt hér áður á uppgjörsfundum að lausafjárhlutfalli hefur verið mjög hátt, hefur verið með mikið innlánum og minna af útlánum. Við höfum verið að auka útlán hjá okkur og svona höfum stemt að því að auka útlán á kostnað lausafjár. En þó þannig að við munum áfram vera með mjög sterka lausafjárstöðu. Þannig að þetta komið svo kannski nær því sem að við myndum svona vera til framtíðar. Þó að þessi vissulega ennþá gott rými í lausafjárstöðunni. Og svo er það eiginfjárstaðan. Eiginfjárstaða bankans er gríðarlega sterk, 26,7% KAR hlutfall og 23,8% Tier 1 hlutfall. Við fórum í þessa AT1 útgáfu í lok apríl og svo er búið að tilkynna búið til hluthafafundar í júní og búið til arðgreiðslu upp á rúmlega 10 milljarða. Þessar aðgerðir breyta þessum hlutöllum talsvert. Þannig að óbreyttu að þá væri heildar eiginfjárhlutfalli 23,5%. Þetta er KAR hlutfall og CET1 hlutfallið er þá komið niður í 18,5% eftir arðgreiðsluna. Þannig að þarna erum við komið nær þessum optimal eiginfjár fjármagnsskipan. Þannig að þetta er kannski það sem að og þar með kannski lík ég minni yfirferð og næstur ætlar Richard Bingstok framkvæmdastjóri í Bretlandi að stíga á stokk. Richard, please. Thanks, Edgar. And it's great to be back here. Some of you will remember I was here a couple of years ago for the Q1 results in 2024. And really, it was really to come back here today to give it a bit of an idea as to what we've been doing over the last couple of years in the UK. The business is really growing really nicely as we'll show in the next couple of slides. But obviously this is the Q1 kind of update, and just as Armin mentioned earlier, Q1 specifically in the UK was a really busy time as it has been over the past couple of years, and we had a record number of new loans written in Q1, which is fantastic for the business. We also closed 2 private equity transactions during Q1, and actually in April in Q2 we've closed the 3rd private equity transaction. So that kind of gives a bit of kind of the context behind kind of the performance of the Q1, which is obviously remains on budget. But really the purpose of the next few slides was to give a bit of an overview about how the business has evolved over the last couple of years. So we can see here that basically as a segment, the UK segment has grown really well from 21-22 to where we are now in terms of 25 and 26, both on a net operating income level, but also on a PBT. The UK numbers itself have grown, but also our relevance and importance to the group has also materially changed during that period as well, which is fantastic. I think it's probably important to kind of recap and kind of go over kind of where and how this growth has come from. It's obviously a function of a couple of things. Probably the most relevant, as many of you will know, is in relation to the lending book. When Kviga acquired Auto Secured Finance, the real estate lending business, the dynamic of the market at that time was that all of the lending done by lenders like Autos at that point in time in that market was all fixed. And obviously, by definition, there was an inherent risk within that between the funding being variable versus fixed, but obviously the mitigant to that was always the short duration, the short nature of the loans which Autos wrote. And you can see in the numbers here that obviously that actually came to fruition in reality. So we had a period of very quick interest rate hikes in the UK, which impacted the NIM that Autos was getting. The loans always remained good, strong, stable loans, but obviously the profile changed. And actually between 2022 and when we had 100% of the loans that were issued by Autos in 2022 were fixed rate. By 2024, that was 90% variable. So it gives an idea as to the quality of the team in the UK, but also the way that the
the market evolved, but also the way that the loan book basically allows that evolution to be able to adapt to changes in the market, which I think is key for to have a strong loan book. In addition to that change in profile, which was obviously one of the key contributors to the change in numbers, obviously the loan book has obviously grown as well during this period, and we'll go a bit more about that in the next slide. But one of the reasons why the loan book has been able to grow so successfully in the UK is also the function of how great our colleagues in Treasury here have been in being able to access the markets, and the way that that has also evolved. So the funding costs, as you will know, is probably 200 bips better now versus where they were back in 2022. So that combination of lower funding costs has allowed the business in the UK to become even more competitive on rate, therefore no increase in risk in terms of the profile of loans that we're doing. So we've been able to grow the loan book, we've changed the profile of it. And then the other point to probably mention is also on the private equity side. One of the portfolio companies has had a particularly successful couple of years with a partial exit in 2025, which also contributes quite materially to the performance of the UK business. And I think it's probably the final bit to mention is also probably quite relevant that whilst all of this growth has been occurring and all of this kind of quite a lot of activity, we've remained true to our core in terms of kind of always having an eye on costs. The businesses in the UK was founded on people that always had a strong eye on cost, and I think that discipline, both across the cost base but also the type of lending that we're doing, has led to the performance and the growth of this business, and also the contribution that the business now makes to the wider group. If we just talk about the lending, so this has obviously grown fantastically well. It's gone up basically, it's more than doubled between 2021 to where we are today. So we've gone from circa 21 billion krona loan book to circa 48 billion plus minus where we are today. And that's been done whilst maintaining discipline on the types of loans that we are providing. So you'll see on other sides that the LTVs that the real estate business is lending against has predominantly remained in that mid-50s all the way through, which I think is really important. But as I mentioned earlier, one of the things that the UK business has benefited from has been the change in the profile of the funding costs, which has allowed us to lend at slightly lower rates. And what that's done is given us access to a different type of kind of lending that we do in the UK. And it's been, and this is kind of, I guess, part of what's been exciting about the growth that we've had today, but also really exciting about what the future holds. So on the real estate side, the rates that we were offering gave us access to a different type of deal. So we were sometimes slightly larger deals, but also a different profile of borrower. But importantly, what it meant was we were relevant for UK banks and other UK financial institutions. So what's been fantastic for our UK business is that we now lend alongside pari passu, through syndications with UK banks. So we're basically seen as that's kind of, if you like, our peer market now in the UK is UK banks and financial institutions, which would have been different 4 or 5 years ago when we were more of a short-term bridging lender. So the profile of that has changed. But what that has done is allowed us to also diversify the portfolio, which I think is really key from a lending perspective. And actually, alongside our partners, and these are relationships that go back decades, alongside these partners, it's also opened up the opportunity to do corporate lending. So we've now started doing corporate lending alongside UK banks in the UK, and it's that combination of the corporate lending that we're now doing alongside the UK banks, and also the access to additional real estate loans compared to where we were before, that puts us in this great place where we are now, and also makes it quite interesting to what the future might hold, which we'll talk about in a couple of slides. So whilst the lending business has been really busy, as you can see, so's the private equity side. When I was last here a couple of years ago, we had 3 portfolio businesses and we had around 7 billion of AUM. During that last 18 months, we've closed a new fund. We've done 5 new deals, deployed over 10 billion Icelandic krona. But I think it's really important to note that on the lending side, you see the importance of it's one thing is lending, but also getting it back. You see the natural churn of that book, and you saw the way the profile of the fixed to variable occurred, right? But obviously, it is always, private equity is the same principle. It isn't just about deploying the money, it's also about exits. So as you may remember, back in 2023, we had the successful exit of Ambito, one of our care businesses. We made a 2x money multiple on that. In 2025, we had the partial exit of Archaeologists, which as a money multiple was a 10x deal, and we obviously took money off the table at that point and continued the journey with that business. And there's another portfolio business that is going through a process that we hope will also see an exit during the course of 2026. And I think that's really important
for the UK business to show both, one, our ability to deploy both across lending and private equity, but also, importantly, our ability to actually make money on the investments that we do. With this quite successful deployment, obviously what that means is we are in a place whereby we're out in the market and we'll be looking to close a new fund for private equity during the course of 2026. But to take a step back in terms of where we were, when I was here back in 2024, I was given the, I would say, task, but some quite ambitious growth plans were set. And obviously, we've genuinely felt they were reasonable and achievable growth plans, but they were definitely ambitious growth plans relative to where the business was at that point in 2024. And it's great to be here today, and 2 years into that 3-year plan, to be able to say on the lending side, our loan book has grown from 36 billion, it's now at circa 48 billion, and we have a really, really strong pipeline. Our pipeline is over 13, 14 billion. So these are deals that are in legals that are progressing. So our optimism about meeting our 3-year plan on the lending side is very clear. But also what that's done is, with the way that our lending business has evolved, we believe that now is actually a really interesting time to create a new product for Icelandic investors, which is a product that existed many years ago, which was a credit fund. And so in the past, as many of you all know, the UK business had a credit fund, which was lending in the UK. And I think there's an opportunity now that we're seeing really, really good deal flow. We're seeing a lot of opportunity on the lending side that we alone don't have the capacity to fulfill. So we're looking at opening a new credit fund, which would allow Icelandic investors to be able to participate in getting UK yield and exposure alongside the lending that we're doing in the UK. On the private equity side, we've gone from 7 billion, which is a function of the bank's balance sheet exposure and also our clients that are invested in the UK. That's now at around 18 billion kroner. And clearly, as you saw on the slide before, it's been very busy. We're seeing, again, really fantastic deal flow there. And also, to be clear, the deals that we've seen there have always been again, it's the relationship kind of investments that we were talking about on the lending side as well. So we've always been investing alongside UK institutional private equity investors or private equity veterans or high net worth, etc. And the profile of those businesses is always quite similar. The profile of the businesses on the private equity side has been stable, long-standing businesses with really positive EBITDA, and the opportunity has been to invest into these businesses. Generally, it's the first time institutional money is coming into these businesses, and the opportunity really has been to go on the growth journey with those businesses, whether it's organic growth, as we have with some of the portfolio businesses, or whether it's an M&A opportunity. And the deployment has gone really well, but what's become clear to us is those opportunities and those types of businesses, that profile of business, which was really what we find most interesting. So we don't do venture, for example. We're seeing a lot more of those opportunities, and therefore we're also, at the same time as looking on the credit fund side, we're also looking at, now seems at the right time that we'll be in the market as well, raising the next Harper fund to continue that journey, because we're seeing the quality of deals is absolutely there in the UK for us to continue our investment profile in the UK. And I think if we kind of reach our ambitions as to the Harper fund that we're looking to close this year, this will take the AUM from kind of the 18 billion up to closer to 30 billion in the UK. So hopefully that gives you a little kind of snapshot as to kind of where the UK's been, the journey that it's been on, and also kind of what's quite exciting, I think, for the next few years of the UK journey. Thank you very much. Thank you, Richard. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta bara ótrúlega spennandi vegferð, og þetta breska starfsemin dálítið sem aðgreinir okkur frá öðrum hérna, og hún hefur bara verið að eflast ótrúlega mikið á undanförnum misserum, og við alltaf að sjá meiri og meiri tækifæri í að stækka þar, og verður bara gaman að sjá hvernig það gengur. Ég ætlaði síðan aðeins að tala næstu skref hjá okkur. Ég kallaði þetta aftur til framtíðar. Við vorum auðvitað búið að kynna okkar framtíðarsýn fyrir 2 árum, held ég, cirka. Það sem gekk út á það að selja hlutin í TM, koma miklum fjármunum til hluthafa, en nota hluta af því söluvirði og eigið fé sem var að myndast í bankanum til þess að stækka lánabækur og skala businessin.
og ná þannig fram aukinni arðsemi og nú við það að samrunanum sé lokið að þá erum við komin aftur til í framtíðar hugsanir og erum bara spennt fyrir því. Þetta auðvitað búið að vera dálítið langt tímabil, tíminn er svo fljótur að líða en þetta eru eiginlega akkúrat ár síðan að Íslandsbanki og Arion nálguðust okkur með óskýrum samrunaviðræður og eftir ítarlegan og velheppnaðan prósess þar sem að báðir aðilar voru nú búin að hækka sín tilboð þá var ákveðið að ganga til samrunaviðræðna við Arion og það var ákveðið að fara þá leið að fara í forviðræði við Samkeppniseftirlitið og sem að mörgu leyti bara gekk vel en þetta eins og það tekur dálítinn tíma því að við fórum fram að við Samkeppniseftirlitið að fá svar sem við gætum byggt á í gegnum þessar forviðræður áður en við tækjum ákvörðun að fæla formlega og þegar þessu ferli var lokið og þá fengum við mjög skýr skilaboð heldur með svo óhætt að segja að þessi samruni myndi aldrei fara í gegn og þá var ekkert annað að gera heldur en að hætta og það þýðir bara að við erum komin aftur til framtíðar að horfa fram að við fyrir bankan og ég held að mér sé óhætt að segja að það sé bara mikill spenningur innan hús hjá okkur fyrir næstu skrefum og kannski gaman að aftur að rifja upp bara hvað þetta hefur í raun og veru gengið vel það sem við sögðum fyrir þessi strategi í raun og veru sem við lögðum upp með fyrir og kynntum á fundi með markaðsaðilum í nóvember 26. Þar vorum við að horfa á það að stækka lánabókina úr 150 milljörðum í 300 milljarða fyrir árslok 27 og við erum bara spot on í raun og veru á þeirri vegferð komin í 217 milljarða. Heldur sem að gera ráð fyrir að vera enda ári í kringu 250 og miðað við allavega vöxtinn eins og hann er á sviðunum og ég fór kannski aðeins yfir á hann, þá sjáum við ekkert annað heldur en við ættum að geta náð þessu markmiði. Okkur hefur líka gengið ótrúlega vel og hraðar kannski heldur við byggust við að ná þessu rétta mixi sem er mjög mikilvægt í lánabókinni. Þú veist, það er mikilvægt að hafa sambland af eins og íbúðalánum sem eru með mjög lágt vanefndahlutfall en kannski ekki mjög hátt absolút yield en ágætis arðsemi á eigið fé og önnur lán sem kannski eru með aðeins hærra vanefndahlutfall en eru líka arðbærari og ná þessu mixi rétt og við erum eiginlega bara komið á þann stað sem við vorum að vonast til þess að vera í lok 27. Kannski mest spila þar inn í hvað hefur gengið vel í raun og veru með íbúðalánin og við erum bara að reyna að stýra þeim í upphæðan og þar hvað við erum að lána mikið út í samhengi við heildarlánabókina. Nú svo stendur við þetta að í kjölfari á sölunni á TM að koma 30 til 35 milljörðum til hluthafa á árunum 25 til 27 og það er að ganga heldur betur eftir og mun meira en það vegna þess að með þessari arðgreiðslu núna sem við erum að boða til hluthafafundar út af og áætlunum okkar endurkaup að þá geta þessi fjármunir sem við erum að koma til hluthafa bara í fyrra og í ár stefna í að vera alltaf 46 milljarðar og á sama tíma erum við ekki að slá neitt af okkar vaxtarmarkmiðum. Það sem við hefum verið eins og ég nefndi áðan, við erum aðeins undir okkar arðsemis markmiðum og stór partur af því auðvitað hefur verið að við erum með dálítið mikið umfram eigið fé sem við erum núna að skila tilbaka og svo þarna kemur fram að ef við horfum aðeins á ef við aðlögum þetta og gerðum ráð fyrir að við höfum greitt út 10 milljarðana í ársbyrjun þá hefði fjórðungurinn verið að skila 17,5% og þá er ekki tekið til þess að við ætlum að fara í frekari endurkaup og svo náttúrulega stefnum við að því að auka áfram hagnað og tekjur hjá okkur. Já, það er kannski ekki rosa mikið þetta að segja. Við vorum náttúrulega með mjög hátt eiginfjárhlutfall og Eiríkur var kannski búinn að fara í gegnum þetta áðan. Við erum ætlum að leggja fyrir hluthafafundarborga rúmlega 10 milljarða
út. Þessir auknu fjármuni koma náttúrulega, það er í raun og veru, má segja svona eftirstöðar af söluvirðinu á TM. Þetta er uppsafnaður hagnaður og síðan erum við auðvitað losnaði eigið fé út af þessari innleiðingu á CRR3 sem var mjög ánægjulegt. Og með þessari arðgreiðslu þá erum við að fara niður í 23,5% eigið fjárhlutfall. Ef við tökum miðjuna á stjórnenda buffernum okkar eða markmiðunum okkar varandi eigið fjárkröfu þá væri stefnan að fara á í kringum 21%. Og við verðum einhvers staðar þar mögulega aðeins fyrir ofan. Við þurfum líka að taka tillit til lánshæfismatsfyrirtækja og passa að við séum með mjög svona sterka eiginfjárstöðu. Hún skiptir máli varðandi okkar lánshæfismat en erum að fara í það sem ég myndi kalla mun meira svona efficient fjármagnsstrúktúr núna. Þess utan að þá erum við náttúrulega alltaf að leita ýmissa leiða og sjáum mörg tækifæri í því að halda áfram á þessari vegferð að auka hagnað og auka arðsemi bankans. Við erum náttúrulega að horfa á það sem ég kalla skala upp businessin, það er að segja að við erum að stækka lánabækurnar og við erum að sjá það á öllum sviðum og á sama tíma að halda aftur af rekstrarkostnaði og eiginlega bara sjá til þess að hann sé bara alls ekki að stækka. Við sjáum líka núna tækifæri í áframhaldandi, það er náttúrulega búið að batna fjármagnskostnaðurinn eins og Eiríkur ræddi áðan, en við eigum ennþá einhver tækifæri þar. Fyrir 2 árum, sérstaklega kannski á erlendu hliðinni, fyrir fjármagnskostnaður okkar í erlendu var fyrir 2-3 árum, þetta var svona í kringum 400 eða jafnvel yfir 400 punktar yfir millibankavöxtum. Í fyrra náðum við að endurfjármagna og gefa út á betri kjörum og fjármagna dýrari skuldabréf. Kjörin í fyrra þau voru kringum 200-250 en markaðurinn í dag er þannig að ef við værum að gefa út þá værum við einhvers staðar væntanlega, ef ekki að segja milli 100 og 150, kannski einhvers staðar þar á milli eða nær 150. Þannig að þetta er alveg kannski prósent í viðbót en þetta tekur allt tíma og kemur inn. En þannig að við höfum alveg tækifæri þarna. Við erum líka við það að fara í íbúðalánin þá fórum við samhliða því að fá leyfi til þess að gefa út sértryggð skuldabréf og það þýðir það að skuldabréfaútgáfa í íslenskum krónum ef við nýtum okkur það þar, hún á að vera á hagkvæmari kjörum heldur en verið hefur. Þannig að það er líka tækifæri þar. Svo erum við náttúrulega bara alltaf, við höfum alveg séð það og þóknana myndun er aðeins erfiðari en við erum alltaf að leita leiða til þess að auka þær og við erum að sjá að það eru nokkri sjóðir sem við erum að vonast til þess að loka á þessu ári sem að mun alveg skipta máli í þessu og við erum að sjá vöxt í eignum í stýringu eins og út í Bretlandi og mest af þessum eignum í stýringu sem við erum að auka við eru svona, hvað ég má segja, á hærri kjörum, bæði með ágætis umsýsluþóknanir en eru líka með karri eins og í öllum framtakssjóðunum bæði hérna heima og út í Bretlandi. Þetta er líka verðmætar eignir í stýringu. Svo erum við á kannski nefna það líka, við höfum undan fyrir 2 árum, þá erum við svona á bara, hvað ég segja, á skynsamlegan og rólegan hátt, þá höfum við aðeins verið að auka svona, hvað ég segja, okkar eigin fjárfestingar, bæði hérna heima og úti. Við erum að taka þátt í þessum óskráðu verkefnum og þannig að við eigum alveg von á því að það muni skila sér í meiri fjárfestingartækjum heldur en verið hefur þó þetta sé mjög lítið hlutfall af heildar balansítinu. Nú svo erum við bara alltaf á útkikkinu hvað varðar kaup eða sölu á einingum og erum þá bara alltaf að horfa til þess ef það er verið að tala um sölu að það sé verið að skerpa á fókusnum og eða að styrkja þessa undirliggjandi viðskiptaeiningar okkar sem við erum með fókus á. Og við, svo sem það er ljóst að það verið engir samrunnar við stóru bankana, en það er auðvitað bara alltaf einhver minni tækifæri sem við skoðum og sjáum til. Þannig að þetta var það. Þannig að er ekki bara, ef það er einhverjar spurningar, þá
skulum við svara þeim, ég, Eiríkur eða Richard. Einhverjar spurningar á salnum, einhver sem vill byrja? Hi, my question is to Richard. How are you tackling the increased uncertainty in the political and economic environment in the UK? Okay, so Richard, can you actually come up here and speak in the microphone so the online audience can hear you? So, I mean, what's happening politically in the UK, clearly it's I would say suboptimal from just a kind of stable kind of perspective. But the reality is that we've had this type of environment for a period of time, as I think we generally have kind of across kind of the world, whether it's been specific events that's happening in the Middle East or whether there's been other events. So I think what we're seeing in the core UK, so if we look at it from the lending side, there is instability, and that will impact markets, impact sentiment for sure. But our view, having been doing this for the best part of 15 years in this guise, is on the lending side, you are protected by your LTVs. So we're constantly that's a focus for the lending business. That whilst there is noise and a lot of noise going on in the market, there's still activity in the market. There isn't paralysis yet in the market. There is fluctuation in prices, which impacts that on the lending side, but we still have the comfort there that you can still continue to lend sensibly despite all the noise that's happening in the market. On the private equity side, it's actually it's more there's obviously more to it than just what's happening kind of with the Labour government in the UK. For example, with what's happening in the Middle East, that obviously significantly impacts supply specifically. So on our businesses, they're impacted by that. There's a lot of work that needs to be done when investing and when working with our partners on that side too. But I think the point still remains that despite all of this noise, it's a little bit of an opportunity as well. If we look at, for example, on the private equity side, the way that we've been able to execute those transactions is also a function of the general noise in the market in terms of the price entry multiple. So, we didn't go into the details specifically on the private equity deals that we've done, but on average, we're paying multiples of between 4 and 6 times, which we would argue over a long period of time, that's low multiples to be kind of going into for the types of businesses that we're investing into. Does that kind of give you the answer? Thank you. Við fengum líka spurningar á netinu ef við byrjum á Alexander frá Akkur. Hann spyr í fyrsta lagi, má gera ráð fyrir að vaxtamunur verði kringum 4,5% fram á veginn eða sjáu þið fyrir ykkur hann eftir að hækka frekar? Þannig kannski ég svari þessu. Varðandi vaxtamunin þá eru þessar breytingar sem voru núna fjármagnsskipan, þær munu hafa áhrif á vaxtamunin. Við erum að missa út vaxtaberandi eignir í þessum dargrislan upp á 10 milljarða, þannig að það eru tekjur sem þá fara út og svo líka þessi AT1 útgáfa, það eru skuldir sem við vorum ekki með áður sem koma til líka með að kosta. Þannig að vaxtamunurinn, hann mun eitthvað lækka á næstu fjórðungum. Svona fram á veginn þá held ég svona í kringum 4% sé næri lagi heldur 4,5%. Hann spyr líka að þið takið fram að eignir í stýringu minnki meðal annars vegna þess að lífeyrissjóður sé að taka til sín fjármuni úr stýringu. Ef lífeyrissjóður enda á að taka alla fjármuni úr virkri stýringu til sín, hver væru heildaráhrifin á þóknanatekjur? Já, kannski ekki fara nákvæmlega í tekjur, en við erum með í stýringu í sérgreindu söfnum fyrir lífeyrissjóði í heild sinni erum við með 25 milljarða. Sem hlutfall af, hvað erum við með 360 milljarða í heildar eignum í stýringu. Svo í þriðja lagi spyr hann, þið segja að stjórn stefni á að kaupa eigin bréf fyrir alltaf 4 milljarða ef aðstæður leyfa. Hvað átt við með þessum fyrirvara? Hefur stjórn myndið sér skoðun eða stefnu hvenær heppilegt sé að fara í endurkaup með tilliti til gengi bréfanna? Já, kannski varðandi það, þá erum við með endurkaup að þá er stefnan að fara í endurkaup frá með 3. ársfjórðungi og við erum þegar búin að sækja heimild til Seðlabankans að fara þá í 2 milljarða á 3. ársfjórðungi og svo er stefnan að halda áfram á 4. ársfjórðungi, sækja aftur á 2 milljarða þá. Hugmyndina bak við þetta er að frekari útgreiðslur muni kannski koma líka úr rekstrinu meira heldur en af einhverju umfram eigið fé
og það eru bara, já, þannig að það er svona kannski það helsta. Og svo varandi með stjórn að hún hefur ekkert sjálfs enga sérstaka stefnu varandi verðbréfana hvenær að kaupa. Þetta er frekar bara spurningum samspil milli endurkaupa og arðgreiðslna, svona almennt. Já, ég held kannski svona, þú veist, við greiðum náttúrulega, þetta náttúrulega hefur verið talsverð umræða um þetta hvernig, þú veist, við eigum að koma þessu umfram eigið á hluthafa og ég myndi kannski, þú veist, ef það væri, ég hugsa ef það væri eitthvað matið að verðbréfum væri eitthvað fáránlega undirverðlögð eða yfirverðlögð, þá myndi það örugglega koma sem eitthvað umræðefni hvort það ætti að fara í endurkaup eða ekki. En þú veist, ég held að stjórnin hefur fyrst og fremst verið að horfa á það sem við að koma svona sem mest út í gegnum arðgreiðslu, en svo höfum við þessi endurkaup, það gefur okkur kannski aðeins meiri sveigjanleika. Af því að það er náttúrulega, þú veist, margt sem að getur gerst, það geta komið eitthvað kauptækifæri eða það geta, þú veist, komið upp eitthvað sem að kallar á aukið eigið og það er ágætt að hafa endurkaupin þó við séum auðvitað alltaf að stefna því bara að framkvæma þau eins og við segjum, að þá eru þau gefa þau aðeins meiri sveigjanleika og ágætt að hafa það sem hlutfall af þessum heildarfjármunum sem við erum að koma til hluta. Ég er í lokin með eina spurningu frá Baldvin í Stefni. Hann segir: getið þið veitt okkur aðeins betri innsýn í rekstrakostnaðar samanburð milli ára? Það er talað hann sé að lækka milli ára en gjaldfærðar afskriftir í tengslum við sölu á TM á fyrsta fjórðungi 2005 lita þarf samanburð töluvert. Sé litið á launaþróun og sér í lagi þróun launakostnaðar á starfsmann er það að hækka verulega milli ára. Það er að segja 9,5% sé litið einungis á laun og 8,4% með launtöku gjöldum sem er langt umfram samkeppnina. Finnst ykkur þið vera að ná almennilegu kostnaðarahaldi þar, sett samhengi við launaþróun hinna bankana? Já, kannski bara aðeins að sko það er rétt að samanburðartölur við fyrra ár er ekki alveg, er ekki endilega alveg samanburðarhæfar. Í fyrra voru við með TM inni og þeir tóku þátt í sameiginlegu kostnaði sem meðal annars leiddi til þess að launakostnaður var lægri en en náttúrulega kom fram í áframhaldandi starfsemi. Launakostnaður hér á Íslandi hækkaði 5,2% á milli ára. Þannig að það sendi sér bara alveg í samræmi við launaþróun. Og er bara talsvert undir hækkun launavísitölu. Þannig að við erum að sýna held ég mjög mikið aðhald og á sama tíma hefur stöðugildum fækkað þó að umsvif rekstrarins hafi aukist umtalsvert á milli ára. Þannig að ég held að við séum nú bara frekar stolt af þeim árangri. Er eitthvað til viðbótar á sal? Annars erum við held ég búin. Heyrðu, bara kærar þakkir.